Áraverkefni 9. Það þessi mynd hér. Sama og í verkefni 1. Það verður náttúrulega jöfnveldtekník einu sinni. En núna á að vera hægt að stýra tjakknum, þessum eina sama tjakk, frá 2 stöðum. Það hægt að ýta á þennan eða þennan. Við sjáum það, ef við myndum nota þessa aðferð og ýtum hérna á, þá myndir loftið bara leka hér út. Sama ef við myndum ýta hér á, myndir loftið bara leka hér út, tjakkunni fær ekkert á stað. En það að leysa það einhvern veginn. Það gert með þessum hér, kalla þetta shuttle valve eða skulluloka. Ég hef kallað þetta hérna í rafmagninu sem sagt eðaloka, því að það þarf að koma þrýstingurinn hér eða hér, og þið notið líka þessi sömu orð í rafeindatækni, í eðahliðum og óhliðum. Hér tekník að þessu, hvað kom í staðinn? Jú, það reyndar ekki þessi, heldur þessi. Þá virkar þetta þannig að ef það ýtt á þennan hérna, að þá séum við að kúlan fer hérna fyrir, en það stíflast hér, loftið fyrir hérna þessa leið. Svo kemur þetta sömu leið tilbaka. Ef það ýtt á hinn, einnig stöður hérna, þá skutlast kúlan hérna yfir, loftið fyrir hérna. Síðan annar möguleiki, það og-lokinn sem var hérna, sem þessi hér, og þá verður að ýta á báða hnappana í einu. Sjáðu. Gerist ekkert ef ýta á einn, gerist ekkert ef ýta á. Ef ég held niður í kontrollhnappinum á lyklaborðinu, þá get ég ýta á 2 staði í einu. Fyrst þessi, svo ýti ég á þennan. Þá virkar þetta. Þetta nauðsynlegur búnaður víða, til dæmis þar sem að tjakkurinn einhver öflug pressa sem verið að stjórna, og það þarf að vera alveg á hreinu að sá sem að stjórna pressunni sé ekki með puttana undir, og þá eru settir svona hnappar sem að þú þarft að ýta með vinstri hendinni á annan og hægri hendinni á hinn. Þannig að þú verður að vera með puttana af borðinu til að geta sett á stað. Þetta hérna lausnin á verkefni 9. Svona. Þið getið bara klára þetta.